Hæ, Ásta Sóski húsaskjóli fastegnarsölu. Á hverju einasta ári fáum við svo spurningu, er fasteignamarkaðurinn ekki steindauður á aðventunni? Og á hverju einasta ári svörum við, síður en svo. Ég veit það er oft erfitt að trúa í, en mín áratuga reynsla í bransanum segir einfaldlega annað. Það eru sannarlega færri kaupendur frá ferðinni, en þeir eru ákveðnari. Þeir eru oft búnir að selja og þurfa að finna sér annað húsnæði og hafa oft færri eignir til að velja um. Þannig að þín eign er með minni samkeppni. Því ef þú hugsar að hver nennir eyða aðventunni að skoða fasteignir ef þú ert ekki ákveðin í að kaupa. Einnig koma Íslendingar sem búa erlendis oft heim í jólafrí og margir nota tímann til að kaupa fasteignir. Að lokum þurfa margir að klára fjárfesta á þessu skattaári. Margir seljendur hugsa, ég nenni ekki að setja á sölu núna. Það er brjálæði að gera hjá mér. Ég er að stúsast með krökkunum, kaupa jólagjafir, baka smákökurnar, skreyta og þú veist, jólastressið. Það er einfaldlega of mikið að gera hjá mér. Ég ætla að bíða fram í janúar. Það sem gerist hins vegar í janúar er að þá koma allar þessar eignir sem biðu fram í áramótin í sölu. Þín eign er þá að keppa við miklu fleiri eignir. Sagan endurtekur sig alltaf. Þannig að ef þú ert í söluhugleiðingum, þá mælum við með því að skella hana sölu núna. Okkar aðlegging er líka að undirbúa eignina áður en að jólin yfirtaka heimilið. Það er betra að taka myndir áður en að jólaljósin eru sett upp og húsið skreytt. Við hjá Húsaskjól bjóðum upp á fulla þjónustu, þannig að þú þarft bara að skrifa undir söluumboð og við sjáum um rest. Við stíðum sölumeðferðina þínum þörfum og sýnum þegar þér hentar. Ef þið langar að vita meira eða ert með spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, hafðu þau samband við okkur í Húsaskjóli. Hlökkum til að heyra frá þér.